Redis tól sem við getum notað og Redis gagnageymsla, gagnatagageymsla í minni. In-memory data structure store. Og þetta svona ekki relational gagnastór, sem við erum búin að vera að nota Postgres, sem svona relational gögn. Þannig við erum að segja að gögnin okkar eiga að líta nákvæmlega svona út. Það á að vera titill, hann á ekki að vera null, hann á að vera að þessari lengd og við erum með ID, þá á að vera primary key. Þá engir annar geta verið nokkuð tíma með annan svona primary key. Svo erum við með aðra töflu sem vísar í þetta, það foreign key. Ég vil að við vísi nákvæmlega í þessa færslu í þessari töflu. Þannig fáum við svona relation í gegnum gögnin okkar og ef við erum búin að taka gagnasfræði þá er það mikil teóría þar á bakvið og við getum sannað hluti gagnagrunninn okkar og fært hann á mismunandi normalform og gert fullt af áhugaverðum hlutum. En þetta satt ekki þannig. Þetta satt svona NoSQL grunnur. Sem þýðir þá að hann ekki að nota SQL til þess að til þess að eiga í samskipti við og geymir ekki relational gögn. En Redis styður strengi, lista og set sem svona eitthvað grunn og svo eru svona fleiri típur sem að nota. Við ætlum bara að fara frekar grunnt í það hvernig við getum nota Redis og Redis frekar tough product og með svona alls konar hluti sem við ætlum að skoða. Þannig að ef ykkur finnst þetta spennandi þá getum við dýft ykkur lengri í þetta en við ætlum bara Já, það er þá þetta. Það ekki relational, það aðalmunurinn. Þannig að þú ert ekki að fara að skilgreina töflu. Það aðalmunurinn á SQL og NoSQL. Þannig að þú ert ekki bundin af því að vera búin að búa einhverja töflu til þess að geta vistað eitthvað gögn. Bara eitthvað, ég ætla að vista aukalega símanúmer, en símanúmer ekki töflunum minni. Ég þarf að breyta töflunum minni til þess að taka við símanúmeri. Og þannig getur þú bara eitthvað, símanúmer, netfang, fax, whatever, mér alveg sama, bara hvað með allt. Og getum bara geymt það hvernig sem við viljum. Og Redis vinnur í grunninn bara í skyndiminni og því mjög hratt. Þannig að það er aldrei að fara eitthvað á disk og leita á disk eftir gögnunum. Það er bara allt geymt í minni. Og já, í skyndiminni. Já, í raminu. Í bara Já, þú veist, í RAM. Það já. Og við getum síðan, það er náttúrulega limitast þá á því hversu mikið minni við erum með í vélum okkar. Svona borðtölur eru núna í dag fyrir að vera svona 8-16 gig í innra minni, skyndiminni, já. Og við getum svona auðveldlega keypt servera sem eru með 64 eða 128 gigabætið í innra minni. Og svo getum við tengt saman svona Redis og búið til svona cluster af Redis vélum og þá getum við náttúrulega nýtt minni úr þeim öllum. Og þá Redis með einhverja virkni sem passar upp á að það sjardað á milli. Þannig að það ekki að gefa mig þennan part af gögnunum hér og þennan á þessari vél og þennan á þessari vél og það eitthvað svona redundancy í þessu og það eitthvað svaka magic hérna bakgrunn. Þannig að þetta getur skalað upp í það að vera servera bara 20.000 milljóna færslum. Og svo getum við kveikt á því að gögnin séu vist á disk en í okkar tilfelli þá ætlum við bara að nota Redis fyrir hluti sem mega gleymast. Þá það má ekki gleymast hver notandinn en það má gleymast hvernig hann loggaði sig senast inn, session upplýsingar hans. Það má gleymast kassið á þessari útkomu úr þessari reikniðagerð, en það má ekki gleymast að ég vistaði þá útkomu niður á minn notanda. Þannig að við setjum þetta sem svona hluti sem við getum kassað og svo sótt og ef við getum ekki sótt á, fæn, við getum auðveldlega búið á til aftur. En Redis svona key value store. Þannig að það þýðir að við erum með einhvern lykil og við geymum eitthvað gildi á þeim lykli. Þannig að það getur verið bara page cache og það bara allt HTML fyrir síðun okkar. Þá bara getum við sótt það og fáum tilbaka bara streng sem bara allt HTML okkar. Þannig í staðinn fyrir að þurfa að keyra í gegnum eitthvað pug template og setja eitthvað gögn og gera eitthvað, þá erum við bara með allt draslið bara kassað og getum sleppt öllum þessum útreikningum. Og lyklarnir, þeir eru hástafanæmir, þannig að það eru case-sensitive, þannig að skiptir máli hvort það foo í stórum stöðum eða litlum. Og allir hlutir eru geymdir undir einhverjum ákveðnum lykli. Þannig að þá getum ég sagt bara mjög einfalt næmi, set user foo, ég segi bara settu gildið foo undir lyklinum user
og get user og þá fáum við tilbaka foo. Og við munum nota þetta til þess að útfæra eitthvað svona kass fyrir webforritinu okkar og til að setja upp einhver svona session store. Þannig að áður en við skoðum svona nákvæmlega hvernig við notum Redis svona beint, þá notum við það óbeint með því að setja það upp sem, já, ég heldur að ég hafi verið með hérna á eftir. Tökum það eftir. Þannig að þegar við vinnum með Redis, þá hérna dæmi hérna, set og get. Þetta eru tvær skipanir sem við sendum á serverinn, á Redis-serverinn. Settu þetta og getaðu þetta. Og þær eru töluvert fleiri. Og til dæmis keys, þegar við fyrir að debugga þetta, það er svona fyrsta sem er bara, ok, hvernig veit ég hvað er í Redis instansinu. Þá getum við notað keys sem skila okkur öllum lyklum eftir einhverju patterni og þá getum við sagt bara keys, bil, user. Þá fáum við alla keys sem eru nákvæmlega user. Við getum sagt key, user, stjarna, þá fáum við alla lykla sem að byrja á user og eitthvað fylgir eftir. Þannig að þetta er svona regular expression pattern sem við setjum hann inn. Þetta er eitthvað sem við ættum ekki síðan að nota í svona einhverjum stærri forritum, en þetta er eitthvað sem við notum til að debugga og gera. Þetta er nefnilega út af því að allar aðgerðirnar síðan hérna í Redis, sem eru svolítið margar, við sjáum, þetta eru allar aðgerðirnar og ég kann 1% af þeim, ég ætla að kenna ykkur það er hérna, sko, öll hefur time complexity, af því að Redis, það sem skiptir máli fyrir Redis er aðalega að vera ógeðislega hratt. Og þá er hérna keys er O af n, þar sem n er fjöldi lykla í gagnagrunnum. Þannig að þetta er allt í lagi, ef við erum með 10 lykla, það voru ekkert mál, en þegar við erum með 10 milljón lykla, þá þurfum við að skoða hvernig einn einasta lykil. Og þá segir hérna eitthvað, warning, þetta er ekki til að nota í production. It may ruin performance when executed against large databases. Intended for debugging and special operations. Þannig að þetta er bara eitthvað sem við höfum í huga, það er svona að nota þetta aðeins. Svo getum við notað flush all, sem þýðir bara, það eyðir bara öllu úr gagnagrunnum, þannig að það er actually skipun sem hreinsar allt og þú bara keyrir hana eins og ekkert sé. Þannig að það sýnir, sko, þetta eru ekki gögn sem við viljum að séu aðgengileg eftir langa tíma. Þannig að treatum þetta ekki þannig. Aldrei geym eitthvað gögn sem við erum ekki með á einhverjum öðrum stað í Redis, af því að, þú veist, ef það slaknar á þjónunum og hann tæmir innanminni, þá er það bara tómt, það er bara farið. Og ef einhver keyrir flush all, þá bara fer allt. Svo erum við með set sem setur lykil og þá sjáum við hérna að set er með time complexity O af einum, þannig að þetta er bókstaflega það hraðasta sem hægt er að gera, sem þýðir það bara að þetta er bara skrifa beint niður og það tekur enga stund. Og við getum sagt síðan að einhver lykil sem við setjum, hann á bara að vera gildur í ákveðin tíma. Þannig að þá getum við farið að balansa þetta, sko, hversu lengi eigum við að kassa. Við ætlum að kassa fossíðuna á vefnum okkar, bara allt HTML-ið, en við ætlum ekki að gera það eilífu, af því að þá náttúrulega, þú veist, okkur eru bara ekki með eitthvað statískt. Þannig að við segjum bara, við svona balansum þetta einhvern veginn. Já, ok, við getum kassað þetta, við erum að posta nýri grein á 2 daga fresti og það kemur nýtt komment á 2 klukkutíma fresti, þannig að það er í lagi, við erum safe ef við erum svona 30 mínúta kassa eða eitthvað. Og þá er þetta bara eitthvað svona útreikningu sem við gerum. Og þá getum við bara sagt, hér er, getum við sett homepage cache, allt drastlið, EX 30 sinnum 60, sem sagt fyrir 30 mínútur í sekundan. Og svo getum við líka sagt einhvern ákveðin expiry time í millisekundum, þannig að þetta er í lagi þanga til, við vitum við ætlum að gefa út þessa grein klukkan 5 á eftir, en við getum kassað allt þangað til þá, af því að við munum ekki gera neitt annað. Þannig að þá getum við líka gert þetta þannig. Og þá munur Redis bara, ef það er gettað 1 mínútu eða 1 sekundu í 5, þá er það skilað, en nákvæmlega klukkan 5 þá er bara lykillinn, þú veist, hann skilar engu. Þannig getum við svona sent þetta inn mjög einfaldlega, mjög ódýrt, inn einhver svona gildi sem við síðan getum sótt, og ef þau eru ekki til staðar, þá bara gerum við eitthvað annað. Þannig að þá notum við get og það sækir gildi eftir lykli og þá sjáum við það er líka O af einum, þannig að þetta er hratt og það gettar þetta og þá ef við sækjum einhvern non-existing lykil, þá fáum við nil sem er eins og null, en annars fáum við lykilinn. Þannig að þetta er í raun
þetta ekkert flókið, þetta svona bara svona staður þess að geyma hluti eftir lyklum. Bara svona eins og local storage sem við getum haft þetta á einhverjum vefþjón og látið alla nálgast þetta. Og svo getum við del sem að eyðir lykli eða lyklum. Þannig að þá það O af n, þar sem að n fjöldi lykla sem við ætlum að eyða. Þannig að við getum eytt mörgum lyklum í einum hérna, key 1, 2, 3 og þá það, þú veist, O af 3 hérna. Og já, og svo eru margar fleiri aðgerðir. Þetta eru svona aðgerðirnar sem við ætlum að skoða. Þegar við ætlum bara það að nota svona einfalt gefur okkur rosalega mikinn kraft í því að kasta dót. En uppsetningar og Redis kannski nú þið Windows fólk, þið megið endilega prófa þetta bara á eftir og láta mig vita hvernig gengur af því að félagi minn lofaði mér því að þetta ætti að virka tiltölulega einfaldlega. En já, við kunnumst við það að þetta getur verið vesen. En á Mac þá þetta einfalt, við getum notað brew, gert brew install Redis og við erum komið með Redis. Á Linux þá sækjum við hérna og verandi ekki mikill Linux maður, þá var alltaf bara eitthvað, svo bara sækjum við þennan tarból og keyrir make run og þetta ekkert mál og bildar þetta bara frá source-inu. Ég veit ekki hvort það sé mál, þannig að þið megið líka láta mig vita þeir sem eru að keyra Linux hvort þetta sé allt auðvelt og gott og annars megið láta mig vita hvernig þið reddið því og ef þið náðu ekki að redda því þá reyni ég að redda því. Og Windows í raun Microsoft portaði þessu yfir og þetta ætti að virka með eftirfarandi leiðbeiningum. Ég leitaði lengi að einhverjum góðum leiðbeiningum og þessar eru tiltölulega við þurfum bara að sækja þetta hérna, Redis latest og við þurfum að keyra Redis server einhvers staðar, þannig að þetta er ekkert flókið þannig séð. Bara, þetta eru nákvæmar leiðbeiningar sem er gott. Og svo getum við keyrt klientinn og svo getum við byrjað að keyra. Þannig að þetta er svona, ok, þetta á að virka hérna. Og svo eru svona einhverjar aðrar leiðir hérna fyrir ofan. En ef einhver er tilbúinn til að prófa þetta og láta mig vita bara thumbs up, það virkaði að setja þetta upp eftir þessum leiðbeiningum á Windows, þá er það afskaplega vel þegið. Af því að svo fáum við með þessu þarna eins og við sáum, þá fáum við Redis serverinn sem við keyrum, Redis server sem keyrir Redis instansið og sér að geyma gögnum og svona, og Redis CLI sem leyfir okkur að tengjast einhverju Redis þjónustu og senda skipanir, þannig að það er svona eins og PSQL. Og þá getum við opnað hérna Redis CLI, þá sýnir það hérna, hún tengdist local Redis hjá mér, set hello world x10, það er ok, get hello, þá fáum við world. Þannig að við keyrum hérna Redis CLI, þá er það komið hérna, set hello world, og það rennir út eftir 5 sekundur, get, ó nei, ég held ég ekki að, svona, set, oh my god, hvað er ég að gera villust? Já, ég þarf að gera hérna ex5, svona. Get, hello, og hann rann hann út, líkindin. Þannig að svo getur ég bara set, foo, og bara eitthvað mjög langt, það er bara ok, get, foo, og hann bara geymir hluti fyrir okkur. Og á Redis, þetta eru margar mismunandi Redis-þjónustur og það var svona átt að vera uppi hérna bakhundinni að hafa Heroku til að keyra, en þó svo þau segja það ekki að þurfa, þá þarf að staðfesta Heroku aðganginn með því að setja inn kreditkort til að geta nýtt þessar þjónustur, ókeypis þjónusturna líka. En þetta gæti verið ef að ef þetta gengur eitthvað illa, þá er þetta eitthvað svona plan B sem ég gæti einhvern veginn reddað. En út af þessu þá ætla ég líka ekki krafa fyrir verkefnið að þið setjið upp Redis á Heroku. En ok, Redis og Node, þá er til pakki bara hérna sem heitir Node Redis og við sækjum bara með npm install Redis og hann í raun leyfir okkur að tengjast bara við Redis og keyra skipanir. Og hann tekur við sem sagt URL pakkin, tekur við URL til að tilgreina hvað Redis er, sem að URL er eins og connection string fyrir Postgres. Þannig að þá er það Redis // localhost eitthvað. Og það er stuðningu við sem að við getum notað Promisify til að búa til Promise útgáfu af Redis þessu API og þá getum við notað Sync Await sem er geggjað. Og svo erum við með client quit þegar við erum að hætta. Og annars getum við lent í að vera að hanga á event loopinni. Já. Er það Redis þá
Nei, Redis ekki innbyggt í Node. Við sækjum hérna, gerum npm install Redis og þá getum við nota hérna require Redis. Þannig að þetta bara eins og PG-pakkin til þess að geta tengst við Postgres. Við þurfum að installa svo vélarnar okkar bara til þess að geta prófa okkur áfram í development. Þannig að við viljum í raun prófa okkur, virkar forritið okkar, það kassa í Redis, lykillinn að verða til og svo framvegis. Þannig að þá erum við að nota það til þess að prófa okkur áfram með það. Og við þurfum ekki að kvitta í Express-appinu, en þá verður þetta einhvern veginn svona. Þannig að dæmi sem ég var að taka áðan, við requireum Redis, við gerum Redis create client með URL, sem þá Redis URL, sem þá connection strengurinn yfir á Redis. Við notum Promisify, eins og við notum með FS-pakkana. Með þeirri undantekningu og við þurfum að nota hérna bind. Ef við munum hvað bind gerir, þá bindar það this-gildið fyrir fallið sem kemur út úr þessu hér. Þannig að það út af því að í raun allar aðgerðirnar, set og get, del og allt þetta, í raun nota this og this er vitlaust sett nema við bindum client sem this. Þannig að þá þurfum við að gera þetta til þess að fá async útgáfur af þessum aðgerðum og þá getum við gert hérna await, async, set, hello world, svo erum við að setja hérna ex sem ég glemdi hérna aðan og 10. Þannig að þetta þá að gera nákvæmlega sama úr kóða og ég var að gera hérna í kli hérna, svona. Þetta myndi keyra þessa og í raun skil okkur ég held einum sem þýðir þá að þetta var sett í Redis ef við myndum geima hérna responseið. En þá fyrir session store þá getum við náð í connect Redis sem leyfir okkur að nota Redis sem session storage og þá það bara, þá notum við það svona óbeint. Við þurfum ekkert að vera eitthvað að pæla í einhverjum keys eða gildum eða expiry eitthvað. Við bara sækjum hérna Redis store sem connection Redis sem tekur inn hérna session breytun okkar og svo setjum við bara session, þá setjum við það með þessum lyklum hérna sem við notum, always, re-initialize og þetta og segjum bara store, new Redis store og urlið á hana. Og þá munum við hætta að nota minnið í vélun okkar til að geima í raun upplýsingar það hverjir eru með session í gangi á okkur og notum Redis í staðinn. Þannig að þá getum við í raun skala þetta út á mörg upp í Heroku eða á marga workera í Heroku og lendum ekki í vandræði með það. Þannig að þá getum við keyrt hérna node session og ef við kíkjum hérna í session þá erum við bara að sækja þetta hérna. Ef þetta tekur inn hérna session pakkin, svo hérna secret og hérna erum við með Redis options sem segir urlið. Svo segjum við þetta er bara nákvæmlega eins dæmið að við tókum hérna þegar við vorum að skoða session nema við bætum bara við þessari línu sem breytir því að þetta noti default memory store yfir að nota Redis store. Þannig að núna get ég farið, opnað hérna, þá var þetta hérna eitthvað sem taldi og ég er komin hérna upp í 10-snum og nú drep ég processin og starta honum aftur og ég held áfram að tellja þaðan sem ég var komin áður. Og þá getum við skoðað, ok, þetta að virka? Því að þetta er bara eitthvað svona, ég setti bara eitthvað tengistrengarna og það er bara, ég held þetta virki, krossa bytta. Þá getum við farið að nota hérna keys og þá getum við bara sagt keys, stjarna, við gefum bara okkur alla lyklana. Það var mjög vitlaus hugmynd að kæra þetta ef við varum með fleiri en bara 2 eða 3 lykla núna. Þá fáum við hérna, hér er búið að setja einhvern sess lykil sem er með bara einhverju gildi. Þannig að þarna er bara session útfærslan að nýta sér það að hún getur sett eitthvað í Redis og smellir því þangað. Og þá getur við verið forritinn og gert hérna get þennan lykil. Þá fáum við hérna eitthvað sem við sjáum að það er bara JSON hlutur. Það segir bara til upplýsingarnar cookie. Þannig að þá sjáum við hérna views, er þetta sem við erum að geima, eitthvað path, hérna views, outbound, eitthvað. Þannig ef við núna förum, það var eitthvað annar route hérna sem við getum farið inn á foo og við getum núna þetta og þá er hérna komið foo sem er með gildi 6. Þannig að þarna erum við bara að sjá akkurat hvernig við erum að geima þetta. Síðan getum við notað Redis bara sem kass fyrir forritin okkar. Og þetta er svona það sem að ég hef mesta reynslu af að nota þetta fyrir. Bara eitthvað staðar sem ég get hent gildum sem að ég vill í raun
á einhverju dýru dóti sem ég er búinn að vera að reikna út. Og við ætlum að nota þetta í næsta verkefni og þá getum við notað JSON til þess að geyma bara hvaða gögn sem eru í Redis og þá getum við svona aðskilið, þá getum við sett upp forritin okkar þannig að við vitum að eitthvað sem við erum að fara að gera dýrt í útreikningi. Við getum aðskilið það og búið svo til eitthvað svona casing lag ofan á það. Þannig að við getum búið til hérna dýrafallið. Við getum athuga hérna fyrir einhvern lykil, bara my expansive calculation. Er það til í kassi? Já, þá skilum við í kassu. Annars keyra dýra útreikningin og setja í kassin okkar eftir lykli, niðurstöðuna og tíma sem þetta rennur út á og skila svo niðurstöðunni. Þannig að með því að nota þetta pattern sem er þá athuga hvort við eigum gögnin í kass, ef svo er skilum þeim, annars framkvæmum við dýra útreikningin eða bara útreikningin sem við ætlum að gera eða sækja ykkur gögn eða whatever, setja það í kass og skila svo niðurstöðu. Þannig að svona getum við í raun útfært kass fyrir bara eiginlega alla hluti sem við erum að gera, svo lengi sem það er eitthvað fall sem tekur eitthvað inntak sem við getum búið til eitthvað lykil úr og skila svo áfram. Þannig að ég veit búin að halda ykkur aðeins svo lengi en klárum þetta. Þannig að þá erum við með hérna Redis Cache sem er ágætt dæmi um þetta. Þannig að þá sækjum við hérna Redis og util, þetta er bara svona boilerplate fyrir þetta, búin til klientin okkar, búin til async útgáfur af get og set sem við ætlum að nota og svo erum við hérna með timer, bara svona svo við sjáum og fáum aðeins betri tilfinningu fyrir því hvað munurinn á því að nota cache versus ekki. Þannig að þetta hérna er í raun timer sem að lætur okkur bara vita frá því að það var kallað í þetta, þá líður x margar millisekundur. Þannig að svo erum við með hérna lélegustu útfærslu í heimi af Fibonacci sem að er recursive útgáfan sem að geymir ekkert og er bara skelfilega inefficient en mjög gott fyrir okkur af því að bara reikna 30. Fibonacci töluna tekur 100 sekundur eða eitthvað. Þannig að hún er hérna og þetta er bara, við erum bara að emulata einhverja dýra aðgerð. Og síðan erum við með aðra útfærslu hérna sem er þá cast Fibonacci sem er þá eitthvað sem að ætlar að geyma og sækja niðurstöðuna úr dýru Fibonacci kistunum okkar og skila ef það er til. Þannig að þá búum við til hérna lykil og þá er náttúrulega mikilvægt að geta búið til einstakan lykil af því að við viljum náttúrulega ekki skila 3. Fibonacci tölunni fyrir 4. eða 100. Þannig að við þurfum að vita í raun hvaða Fibonacci tölu við erum að geyma og erum við að geyma þessa síðu á vefnum okkar eða fossíðuna. Við viljum ekki að alla síðurnar okkar séu fossíðana þegar við erum með vitlausum kastlykil. Og þá athugum við, er þetta til í Redis, þá notum við hérna async get sem sækir þá bara eftir lyklinum í Redis, það sem er, ef það er til, ef það er ekki null, þá skilum við því, annars framkvæmum við Fibonacci útreikningin sem tekur okkur tíma og geymum í kassinu. Þannig að þá, ef við keyrum Redis Cache og við ætlum að kalla með hérna 10. Þannig að þá er það hérna Fibo 10 er lykillinn okkar. Stækkum þetta aðeins. Þannig að þá sjáum við erum að lokka það út hérna. Fibo 10. Við ætlum reyndar að gera þetta svona þannig að þetta sé augljósara. Gerum þetta hérna. Cast 89. Þetta er eitthvað. Horfum á þetta hérna. Þannig að hérna köllum við í þetta cast Fibonacci. Við loggum hversu langan tíma tók það. Þannig að við bara störtum timerunum okkar hérna áður en við köllum og köllum svo segjum hversu langt er síðan þegar við erum búin að framkvæma þetta kall. Og síðan gerum við það sama þegar við erum í raun búin að præma kassið. Við vitum að það er komið eitthvað í kassið hjá okkur. Þannig að við förum núna og biðjum hérna 3009. Fibonacci töluna. Þá sjáum við hérna, hún var ekki kast. Það tók 817 millisekundur að reikna út 3009. Fibonacci töluna. En þegar það var búið að kassana,
þá tók það okkur 198 millisekundur að sækja þetta úr Redis og skila því. Þannig að þannig í raun munurinn 1000-faldur á þessu. Og svo förum við bara áfram og eftir því sem við förum áfram þá bara fer þetta að taka lengri og lengri tíma. Þannig að, og alltaf í raun seinna svarið, já, sorry, þetta 0,2 millisekundur. Ekki, já. Þannig að þetta alveg bara, það himinn og haf þarna milli. Þannig að getur ímyndað ykkur að það hefði búið til vefforrit sem að gera eitthvað ógeðslega dýrt. Og þið hefur náttúrulega lent í því að opna einhvern vef og þið ítið á submit og þið þurfa að bíða í 20 sekundur. Það var bara þegar þið verið að gera eitthvað sem dýrt. Og svo skilar það. En tökum núna pásu til 10 mínútur í.